Núna ætlum við að fræsa í fræsivélinni, fræsa þrívídda módel. Þá byrjum við að opna forrit sem heitir Modella Player. Við sækjum okkur skrá sem við eigum til á STL sniði og opnum hana, opnum þá skrá. Það fyrsta sem við gerum er að við skilgreinum stærðina á efninu og módelinu okkar. Þá förum við hérna, smellum á það sem græni kallinn er. Í okkar tilfelli ætlum við að hafa það 46 mm á 46,7 mm á vídd á x-ásinn og 30,49 á y-ásinn og 4,28 mm á z-ásinn. Við skilgreinum hver upphafspunkturinn okkar og í okkar tilfelli ætlum við að hafa það sem sagt í vinstra horninu uppi. Og hérna getum við valið líka hvaða svæði við ætlum að fræsa út. Hvernig. Þannig að þá smelli ég hérna á OK. Og næsta sem ég vel er á hvaða hlið ég ætla að fræsa og frá hversu mörgum hliðum ég ætla að fræsa í þessu tilfelli bara hérna að ofan. Hérna skilgreinum við svokallaða margínu eða það er það sem að það er það svæði, auða svæði sem er við hliðin á módelinu. Það sem að hafa 5 mm allstaðar í kringum módelið, í kringum hönnun okkar og dýptin, hérna skilgreinum við dýptina. Við getum skilgreint í módelinu hversu djúpt við ætlum að fara. Í okkar tilfelli ætlum við að fara alveg alla dýptina og ég ætla að búa til 10 gráðu halla á hérna meðfram módelinu. Og svo er hérna skilgreint svæðið að ég hafði skilgreint að módelið sjálft er 46,7 mm á vídd en í heildina verður þetta 58 mm á vídd. Næsta það sem við ætlum að gera er að útbúa ákveða hvernig við ætlum að fræsa þetta eða útbúa hérna ferlilínunar sem að fræsitönnin á að fara eftir. Af því við erum með módelvax þá eigum við að geta farið beint hérna í finishing og við ætlum að gera hérna frá toppnum og við ætlum að nota 1/30 úr annar úr tommu og skilgreina hvaða svæði við ætlum að fræsa allt módelið okkar. En það væri hægt að gera minna svæði ef við myndum óska þess. Nú, við ætlum að velja hérna contour lines og velja hérna downcut. Ákaflega mikilvægt að velja hérna downcut. Smelli hérna next. Hérna getum við skilgreint hraðan á hreyfingunum á fræsivélinni. Og hérna getum við skilgreint heitið á línunum, ferlinu. Við ætlum að kalla þetta bara fræsa heima ein. Og þá látum við hana reikna slóðina. sem að fræsitönnin á að fara eftir. Hérna smellum við á til þess að kveikja á vélinni. Oft á tíðum þurfum við að byrja að halda inni up and down tökkunum til þess að hreinsa út úr minni vélarinnar. Halda inni í cirka 5 til 10 sekúndur. Og síðan sleppum við. Næsta sem við gerum er að setja fræsitönnina í og þá held ég á þess svona. Gætum þess vel að missa hann ekki úr höndunum. Við stingum fræsitönnina hérna í gegn. Við byrjum að hafa hana tiltölulega hátt uppi af því við eigum svo eftir að lækka hana niður á eftir. Og hérna er
lítill sexkantur og við snúum, þetta eru tvær hérna skrúfur sem við festum. Næsta sem við ætlum að gera er að festa þetta efni í. Þá erum við hérna með hitalímbyssu þar sem við ætlum að sprauta smá lími til þess að festa. Þegar við erum búin að festa efni vel, að þá gerum við vélina klára með því að smella hérna mjúktakan og þá hún að koma sér í þannig hama að hún verður tilbúin að taka á móti fræsiskipunum. Það sem við ætlum að gera er að undirbúa vélina. Við smellum hérna á cutting position og þá getum við fært vélina með því að gefa upp ákveðinn hnit. Í okkar tilfelli ætlum við ætlum að byrja hérna á X hnitinu 10 mm og Y hnitinu 15 mm. Svo smelli ég hérna og takka move og þá færist hún. Færi hana örlítið lengra en ég smelli hérna á 20 mm. Ef ég smelli hérna á þennan punkt hérna í model position þá færi ég að módeli eigi að byrja líka á 20,15. Skulum við færa þetta hérna í 30 og 20. Og svo sama hérna upp í model position. Og þá er næsta sem við gerum að þá ætlum við að lækka nú erum við búin að skilgreina X og Y núllpunktina og nú ætlum við að skilgreina Z núllpunktinn. Smellum hérna á down-takkan og þá byrjar vélina að færa sig niður. Færum okkur þar til að við erum komin tiltölulega nálægt og þá er næsta skref að stíga skrefið til fulls og lækka tönnina og losum við upp á tönninni og slökum henni hérna niður. Þá held ég fræsitönninni við efnið og festa hana svo hérna. Það sem við ætlum að gera því að við erum að fræsa hérna, við ætlum að búa til mót og þurfum við að hafa smá kanta, þannig að ég ætla að ákveða það að hafa 3 mm kant þar til að módelið á að byrja. 3 mm þar til að módelið á að byrja. Og við sjáum þetta betur þegar ég smelli hérna á preview cutting. Þá sjáum við hérna hvernig hún mun fræsa út vélinn, módelið. Og ef við smellum hérna á 3D þá sjáum við að kantanir okkar, þegar ég held að þeim, þá eru þeir hérna aðeins fyrir ofan módelið. Það gerum við þannig til þess að höfum þessa kanta til þess að það er raunverulega fyrir mótagerðina. Og svo er næsta sem við gerum, við erum búin að núllstilla hana, vélina, við vistum þetta og smellum svo á cut. Þegar ég smelli á cut, þá á vélina að fara í gang. Og smelli hérna á start cutting continue.